Morgunin hefur alltaf verið svona minn tími, vakna snemma og fara út og koma síðan ferskur inn og endurnærður tilbaka og fá sér góða morgunmat. Þar hefur hafragrauturinn alltaf komið sterkur inn. Hafragrauturinn, hann bara klikkar aldrei og sama hvað maður er að fara að gera á æfingu eða eitthvað annað, þá getur maður verið viss að vera með fullt af orku á tanginum ef maður fær sér hafragraut í morgunmat. Og dagurinn er bara allt annar. Matur og menning er í boði Netto. Ostur, appelsín, garn og pennar. Allt það og margt annað í Netto. Netto. Kræsingar og kostakjör. Í mat og menningu í dag ætlum við að kynnast Indlandi örlítið betur. Við ætlum að skreppa niður á útgerðarfélag Akureyringa, ná okkur í fisk og kíkja svo á hann Murti vinn minn í indverska karríkofanum. Það sjálfsögðu verður júli á sínum stað á eyjunni, en við verðum náttúrulega að byrja á því eins og áður að versla örlítið inn í Netto. Já, en nú ætlum við að skoða karrí, en karrí er í raun ekkert annað en samheiti yfir kryddblöndu, indverska kryddblöndu. Og í góðu karrí eru nú oft 10 tegundir af kryddum sem eru bara muldar í mortellinu eða í matvinnsluvélinni heima. En undirstöðan er nú oft eins og hérna frá pottagöldrum, hvítlaukur, tómatar, kúmin, kóríandar, gúrkuma, engifer og paprika. Og það er rosalega spennandi að leika sér að þessum kryddblöndum heima og eiga litlu dollurnar og tala þetta við matarborðið í næsta matarboði og hver þekkir ekki fiskibólurnar sínar í karríi. En við náttúrulega leitum bara á eina staðinn sem hægt er að leita til á Akureyri, til hans Murti í indverska karríkofanum og hann ætlar að leiða okkur í allan sannleik hvernig við gerum gott karrí að hætti innfæddra. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। Jæja Þorvaldur, þá erum við komin í vinnsluna. Hvað þið að rúlla miklu í gegn hérna á dag? Það svona frá 60 upp í 80 tonn á dag cirka. 60 til 80 tonn? Já. Hvað það margir munnar? Það eru cirka 200.000 munnar. 200.000 manns? Já. Sem eru að borða þetta út allan heim, er það ekki? Já, mikið í Frakklandi og Bretlandi, besta markaðssvæði. Já. Og svo erum við svolítið að fara á Ameríku líka. Já. En þið eru með ansi mörg skip á sjó, Samherji. Já. Hefur einhverja tölu á því? Hvað þið eru mörg? Í heildina? Já. Þau eru eitthvað í kringum 40. 40 skip? Já. Þannig að þetta norrlenska fyrirtæki er bókstaflega að fóðra halvan heiminn? Já, við erum má segja að við séum að framleiða hérna á Eyjafjarðarsvæðinu cirka 500 til 600.000 matarskammta á dag. 500 til 600.000 matarskammta? Já. Það er svakalegt. Bæði í Evrópu og í Afríku. Hann hefði nú þótt það gott að koma því frá sér á vaktinni hérna í gamla dag. Ég er nú reyndar um það. Þegar maður var að læra. Já. En ef að ég myndi nú vilja skæla út úr þeir svona eins og eitt þorskflak sem ég ætla að fara með til hans Murti hérna upp í indverska karríkofanum. Já. Heldur að það sé séns að þessu 500 til 600.000 sem er það að græja? Er þið skoðum það? Spennandi að sjá það.
आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले Nú erum við komið með þennan risastóra lax á bekkinn okkar og við ætlum að flaka þennan ógurlega fisk. En það getur náttúrulega verið vandasamt verk, en allir góðir veiðimenn verða náttúrulega að læra að flaka fiskinn sinn. Við eigum alltaf að byrja eins og mér finnst best að byrja með höfuðið hérna í vinstri hendi og við viljum skera svo lítið hérna upp í hnakkan. Skerum hérna út úr þunnildinu og ég ætla í dag að skera þunnildið af. Ég nota það í annað, en þá erum við komin með hérna svona fallega mynd á flakið. Við förum hérna upp í vuggan og svo niður úr finnum beingarðinn í miðjunni og rólega fylgjum beingarðinum alveg aftur úr sporðinu. Þarna erum við nú svona að verða hálfnuð. Við eltum beingarðinn aftur og ég vona nú allir eigi eftir að veiða sér svona stóran lax, en þessi er svona með stærsta lagi. Eldist lax reyndar, en við ætlum nú samt að borða hann. Við snúum honum við, höfuð til hægri og byrjum aftur. Ég finn beingarðinn og fylgi í flakinu alveg aftur úr. Fylgjum alltaf beingarðinum og reynum náttúrulega að nýta flakið sem best. Og ég skil eftir beingarðinn hérna við þunnildið. Hérna er hellingsmatur ennþá og þetta ætlum við að nota í laxatartar. Og þegar við erum með svona bleikan fisk, að þá tökum við að sjálfsögðu allan fiskinn sem að náðist ekki af beinunum og notum hann í laxatartar. Hellingsmatur og notum allt. Jæja, nú erum við komin með flakið á laxinum. Ég ætla aðeins að snýrta hann og svo ætlum við að beinhreinsa. En ef við viljum eiga flakið heilt og gott, að í flestum bolfisktegundum liggur beingarðurinn hérna mitt hnakkastykkið og oft alveg niður í hálft flakið. Og þetta sjáum við hérna og getum fundið svo lítið með puttunum. Og ég á svona pínlitla töng, stundum nota ég bara hnífinn og gott að hafa litla skál með vatni til þess að skóla beinin. En við byrjum og við sjáum að hvert bein er ansi stórt, þannig að við viljum ekki borða þetta. Og við pössum bara að það verði ekkert eftir. Svo getum við skorið í steikur. Við getum skorið niður í roðið, gert fiðrildi. Við getum grillað heila steik. Eða jafnvel grillað okkur litla laxastykk. Og ekki dróð. Sæll Múrti. Takk fyrir að taka á mót okkur. Takk samanlega. Í karríkofanum. Ég kom með þorsk frá útgerðarfélagi Akureyringa, sem er nú svona hornsteinn útgerðar á Akureyri. Mér sýnst sko matseðlinum þínum að þú ert vanur að elda úr laxi, eða jafnvel bleikju. En hvað ætlar að gera fyrir þorski? Ég ætla að gera svona tandúri torsk, sem er marinað í tandúri marinaður og grillað í tandúriofnum. Þessi alvöru tandúriofn? Já. Þeir eru nú ekkert sérlega margir á Íslandi? Bara eindræksað sem er í Reykjavík. Já. Ég væri til í að hafa eitt svona í eldhúsinu hjá mér.
Því að nóg nú heitt, þetta alveg eldhús hiti hjá þér. Ekki svona kallt. En í hverju ætlar að marinera? Þú ætlar að krydda hann með... Já, ég ætla bara að skera svona, bitar. Og þetta kryddblanda sem þú ert að búa til? Já, ég ætla að mín krydd svona ingifjör, hvítlauk og kóríander og kúmen. Ingifjör, hvítlingur, kóríander og kúmen? Já, svo ingifjör, hvítlauk, mauk. Það sem þú ert búinn að mauka bara, saman? Já. Já. Þetta ekki... Já, vá. Fest og sterk og góð lykt. Já. Smá turmeric. Agurkumaja á íslensku. Já. Chili. Og kóríander. Það heimamalaður. Já. Þessi sterka fína lykt. Þetta svona fenugreek lífs. Já. En nú sko, því sem ég hef kynnst indverskri matreiðslu, þá er borðað mikið grænmeti. Já. Og sumir eða margir sem borða ekkert kjött og engan fisk. Er það rétt hjá mér? Það er svona margir sem borða ekki kjött eða margir sem borða ekki naut. Já. Þessi vegna svona... En nautið ekki svo litið... Það var að hóli... Er það ekki heilagt? Menn vilja ekki borða... Nei. Nei. Það sumir vilja ekki borða. Þeir hafa ansi gott nautgripirnir á Indlandi. Maður sér oft sko í myndunum að þeir labba bara við göttuna og það stoppa allir og það er allt stopp. Allir bara að keypa matur, svona banana og svoleiðis. Já. En þaðan sem að þú ert Suður Indlandi, hvað er svona mest einkennandi matreiðsluna þar? Suður Indlandi, við notum svona mikið kókosmjólk. Kókosmjólk? Já. Og mikið svona getakjöt. Getakjöt, já. Svona ljósara kjött. Já. Smá paprikaduft. Það er vel að paprikaduft. Já. Þetta var ekkert smá, þetta var hellingur. En það er líka það sem eru alltaf fundist indverska mat að hann er alltaf svo fallegur. Það er svo sterk kryddin og sterkir litir. Já. Manni hlakkar alltaf til að fara að borða fallegan. Svo setur þú smá abjamjólk. Já. Smá matarlit. Já, þess að fá litinn. Já. Já, þetta verður alveg eldrautt. Já. Þetta er flottur litur. En Múrti, hvað ertu búinn að vera að elda fyrir Akureyringa lengi? 10 ár. 10 ár? Já. Og kunna Akureyringar að meta indverska mat? Já, það er allir svona mjög góð. Það var eitthvað svona lítið máli þannig að fólki hér ekki borða mjög sterkum mat. Nei? Já. En ertu ekki að hækka það alltaf hjá? Já, ég var að smá að hækka. Sem vilja hafa sterkara? Já. Stundum bara í laðborðinu svona við eigum svona vindalúm í dag. Já. Kemur fólk sem að sko biður ekstra sterkt? Já, það er svona smá fasta kunni, það voru alltaf svona að spyrja svona meira sterk. Já. En núna er bara að stinga þessu í? Já. Setur þetta á prjón og í ofnin? Já. ना दे दिल परदेसी नू तैनू नित दा रोना पै जाऊगा ना दे दिल परदेसी नू तैनू नित दा रोना पै जाऊगा नाल रंजेठे जोगी दे तैनू जोगण होना पै जाऊगा इश्क दे लिया जख्मां दे खुद हंस के मुंह सी लांगी जे यार मेरा मैनू जहर दे मैं घट घट करके पी लांगी Erðu á 5 til 10 mínútur og svo smakk? Já. Svakalega lakar mig til.
Það við ætlum að prófa, ég hef ekki gert áður, að prófa Madras kjúkling. Ég hef oft heyrt hann og nú ég bara spenntur að vita hvernig Nú ég bara búinn að undirbúa þau. Hér laukur, kjúklingur, tómatar og krydd sem ég segi ykkur frá þegar og náttúrulega færa ykkur hér yfir að pönnunni. Þá að fá hita pönnuna vel. Olíu. Það byrja á því að steikja laukinn. Nú laukurinn aðeins byrjar að mýkjast og þá það skemmtilegu krydd. Hér við með tverrskeiðara kummin. Eina chili. Það líka svo skemmtilega liturinn á þessum kryddum alveg magnaður. Hér kóríander stutt. Og turmerik. Þeir eru búin að steikja laukinn og kryddin saman stund og blanda þessu vel saman. Þá bætum við kjúklingunum í. Hér eru bara kjúklingabringur, skornar. Og þegar hér komið við sögu þá til salt. Og pipar. Þetta steikjum við þar til að 3 til 5 mínútur þar til að kjúklingurinn orðinn steiktur á öllum hliðum. Svo það bara ferskir, smátt skornir tómatar. Pepara út á. Og svo þetta 5. kryddið, eða 7. við teljum salt og piparinn með. Hér garam masala. Þessu öllu blanda vel saman. Og þegar þetta komið út í, steikjum við þetta í smá stund á fullum hita. Síðan bætum við 150 ml vatni. Blöndum því vel saman. Lokið á. Lækkum hitann. Og þetta látum við malla hérna í hálftíma. Þá hálftími liðinn og ilmurinn lofar mjög góðu. Þá bara að smakka. Svo frábært að bera þetta fram með hrísgrjónum, brauði og magnað að klippa líka ferskan kóríander yfir. Þetta alveg mögnuð kryddin. Þetta frábært á kvöldu, vetrakvöldi. Madras, indverskur kjúklingur. Við haft heyrt þetta og þetta mjög miklu einfaldar heldur en hversu menn halda. Þetta alveg rosalega gott, sterkt og seiðandi. Gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel. Rosalega fallegt, vorst ekki? Takk. Þetta voru bara kannski hámark 10 mínútur í ofninum. Jú. Ég held að Íslendingurinn sem ennþá með grillið út á svölum, hann gæti kannski svindlað og bara hafa rosalega góðan hita á grillinu. Já, hafa kannski efri hillinu á grillinu. Það megi svindla pílítið þannig. Já, það þandur svona mjög heit. Já. Það er svona stræði, þorsk bara að koma bara strax, þorsk bara mjúk. Þú ert líka að baka þitt eigið naanbrauð. Yes. Og þú eldar það líka í ofninum. Já. Og það tekur bara... Bara stinga á ofninum, það bara að baka. Bara nokkra mínútur. Já. Glæsilegt. En
og svo gefur þú bara kalda sósu með. Já, rætusósu með svona grillaðu þorskum. Til þess að... Vá, það var ekki svona sætt. Er það englifyrir? Nei, pínu svona pútursykur. Já. Kardamom, kanil og negull svona pútur, mala. Það er rosalega björt og góð bröð. Svolítið spicy. En á Indlandi í gamla daga þegar þú varst strákur, hvað var í matinn svona þegar það var svona spari á sunnudögum eða? Sunnudögum við borðum svona meðal svona aðal svona rétti svona frá rísgrónum. Við gerum svona rísgrónakökur og fyrir svona morgunmat líka svona kalla svona Suður-Indlandi idli. Það er svona smá köku. Sem er bara steikt rísgrón þá? Nei, soðrísgrón. Með chutneys. Coconut, svona ferska coconut chutneys and mint chutneys, koriander chutneys morgunmat. Þú elst upp í Suður-Indlandi. Já. Er það frábrugðið í Norður-Indlandi? Er mikill munur? Þetta er nú stórt Já, og mannmargt land? við erum aðalega að borða mikið rísgrónarréttir á Suður-Indlandi. Já. En Norðurlönd þau borða svona heilhveiti, hveiti, það er mikið að grillum. Já, tandoori kjúklingur og tikka masala, það er aðalega að borða svona í Norður-Indlandi. En hvað er akureyringurinn að kaupa hjá þér í karrikóanum? Karrikóanum það mest að kaupa svona kjúklingamadras. Kjúklingamadras? Já, sem eru mjög sterkir á madrasnum. Júli var að gera dalvíska kjúklingamadras áðan, sko. Þannig að við getum fengið dalvísku útfærsluna líka. Ok. En ertu ánægður á Akureyri? Já, ég er. Líður vel? Búin að vera lengi? Já, ég vera hér bara 10 ári að vera að opna þennan stað svona 2007. Núna gengur mjög vel, ekkert mál. Og með konu og börn? Konu með 3 börn. Þið ferðu oft heim til Innlands? Já, það stundum bara einu sinni ári eða svona 2 ári, bara einu ferð. Eina góða ferð? Já. En þú lokar og ferð bara í vetrarfrí? Já. Svona eins og við Íslendingar ættum að gera. Bara loka og fara í sólina og hitta hann einhvers staðar. Við erum að læra það. En þetta er sko, ég man þegar ég var lítill strákur, þá labbaði ég inn í turnin sem var og hét, sjoppan hérna. Já. Og keypti mér kók í glerið með lakkrísur. Þá var þetta sko aðal sjoppan í bænum, en maður fór niður í bæn. Þannig að það er frábært að sjá sko þetta litla sæta hús í miðbænum eignast gott líf aftur. Já, það var núna frá Sumir kemur þarna sem að maður fá pylsa með öllu. Já, það er ennþá. Setur ekki bara þorsk í brauð og tandoori þorsk? Ég var að segja þetta var indverska staður, en ok. Þú ert ekki með pylsubátinn heita? Nei. En þorskurinn, þú eldar yfirleitt úr laxi. Þetta var þorskur, það er aðalega svona betra, svona smá feitan. Já, við viljum nota feitari fisk þegar við setjum spjótið, svo hann haldist betur. Já. Ég þakka kærlega fyrir, nú verðum við bara að fara að fá okkur að borða. Já. Að taka á móti mér og leiða mér að smakka þín krydd. Já, takk sem leiðis. Smökkum við til á þessu. Já, takk. Ostur, appelsín, garn og pennar. Allt það og margt annað í Netto. Netto. Kræsingar og kostakjör. Morgunin hefur alltaf verið svona minn tími. Vakna snemma og fara út og koma síðan ferskur inn og endurnærður tilbaka og fá sér góða morgunmat. Þar hefur hafragrauturinn alltaf komið sterkur inn. Hafragrauturinn, hann bara klikkar aldrei og sama hvað maður er að fara að gera á æfingu eða eitthvað annað, þá getur maður verið viss að vera með fullt af orku á tanginum ef maður fær sér hafragraut í morgunmat. Og dagurinn er bara allt annar.